Jesús sagði við lærisveina sína: Eigi verður umflúið að menn séu taldir til falls, en vei þeim sem því veldur. Betra væri honum að hafa mylnustein hálsinn og vera varpað í hafið, en að tæla einn af þessum smælingjum til falls. Hafið gát á sjálfum yður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávíta hann, og ef hann sér að sér, þá fyrirgef honum. Og þótt hann misgeri við þig 7 sinnum á dag og snúi 7 sinnum aftur til þín og segi: Ég iðrast, þá skalt þú fyrirgefa honum. Postularnir sögðu við Drottinn: Auk oss trú. En Drottinn sagði: Ef þér hefðu trú eins og mustardskorn, gætu þér sagt við mórberjatré þetta: Ríf þig upp með rótum og fest rætur í sjónum, og það myndi hlýða yður. Hafi einhver yðar þjón plægir eða hirðir fénað, segir hann þá við hann þegar hann kemur inn af akri: Kom þegar og set þig til borðs. Segir hann ekki fremur við hann: Búð þú mér kvöldverð, tak þig til og þjóna mér meðan ég et og drekk. Síðan getur þú etið og drukkið. Og hann þakklátur þjóni sínum fyrir að gera það sem boðið var. Eins skulu þér segja: Þá þér hafið gert allt sem yður var boðið. Ónýtir þjónar erum vér. Vér höfum gert það eitt sem á spar að gera. Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu. Og hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, meistari, miskunnað þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: Farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann féll fram að fótum Jesú og þakkaði honum. En hann var samverji. Jesús sagði: Urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur? Síðan mælti Jesús við hann: Stattu upp og far leiðar þinnar. Trú þín hefur bjargað þér. Faríseyjar spurðu Jesú hvenær Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim: Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja: Sjá, þar það, eða hér það, því að Guðs ríki innra með yður. Og Jesús sagði við lærisveinana: Þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munuð eigi sjá hann. Menn munu segja við yður: Sjá hér, sjá þar. En farið ekki og hlaupið eftir því. Mannssonurinn kemur eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars. En fyrst á hann margt að líða og þessi kynslóð mun útskúfa honum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku,
kvæntust og giftust allt til þess dags Nói gekk í örkina og flóðið kom og tortímdi öllum. Eins var og á dögum Lóts. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðursettu og byggðu. En daginn sem Lót fór úr Sódómu, rigndi eldi og brennisteini af himni og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Sá sem þann dag á þaki uppi og á muni sína í húsinu, fari ekki ofan að sækja þá. Og sá sem á akri skal ekki heldur hverfa aftur. Minnist konu Lóts. Sá sem vill sjá lífi sínu borgið mun týna því, en sá sem týnir því mun öðlast líf. Ég segi yður, á þeirri nóttu verða 2 í einni hvílu, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. 2 munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. 2 verða á akri, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá, hvar, Herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hræið